umhverfis jörðina á 80 dögum. Og nú voru þeir komnir til Vínarborgar og stóðu þar á brautastöðinni. Lestin til Feneyja fer ekki fyrr en eftir klukkustund, sagði herra Fogg. Við ættum að bregða okkur í Prater og skoða Parísarhjólið fræga. Komið hingað, skrækti gömul kona sem seldi aðgöngumiða í draugalestina. Phileas Fogg nam staðar og horfði spyrjandi á þjón sinn. Ertu nokkuð hræddur? Spurði hann svo. Hver þá? Ég? Svaraði Passepartout móðgaður. Fix leynilögreglumaður sem elti Fogg og Passepartout af því að hélt að þeir væru bankaræningjar, sá þá hverfa inn í draugalestina. Ég má ekki missa sjónar af þeim, hugsaði hann með sér. Passepartout greip fyrir augun. Æ, ég verð að komast út, kveinaði hann. Mér er illt. Svona, sagði herra Fogg í huggunarskyni. Draugarnir og skrimslin eru kannski hræðilega ásýndum, en þetta eru bara brúður og geta því ekki gert þér neitt mein. Fix leynilögreglumaður var ekki langt frá þeim félögum og hann sá drauga hönd hrifsa töskuna af Passepartout. Nú nægði þeim, hugsaði hann með sér. Ég verð bara að finna töskuna. Svo hleypti hann í sig kjarki og stökk af lestinni. Peningataskan okkar er horfin, sagði Passepartout undrandi. En áður en hann vissi hvað til bragð skyldi taka, tók lestin snarpa beygju. Við útgöngudyrnar stóð gamla konan og skilaði herra Fogg aftur peningatöskunni. Við skilum aftur þeim munum sem hrifsaðir er af fólki í hryllingsjargöngunum, sagði hún hlæjandi. Við höfum því miður ekki tíma til að skoða Parísarhjólið, sagði herra Fogg og leit á vasárið sitt. Við skulum koma okkur á brautastöðina svo við náum öruglega í lestina til Feneyja. Fix leynilögreglumaður reyndi árangurslaust að finna töskuna í myrkrinu. En allt í einu fékk hann högg á höfuðið. Hann staulaðist ringlaður út og hitti fyrir gömlu konuna. Það er bannað að stökkva af draugalestinni, sagði hún. Og þegar hann spurði hana ferðir Foggs og þjónsans, sagði hún að þeir væru löngu farnir til brautastöðvarinnar. Lestin flutti þá Phileas Fogg og Passepartout snævi þakin fjöll. Vonandi komumst við áfram hindrunarlaust, sagði Fogg. Ef lestin festist í snjó getur það valdið ófyrirsjáanlegri töf. En skyndilega heyrðust dunur og dynkir. Hávaðinn var ærandi og lestin skalf og titraði. Svo fundu þeir snarpan hnykk og lestin stöðvaðist alveg. Það hefur fallið snjóskriða á teinana, sagði lestarstjórinn. Brautin er lokuð. Þá höldum við áfram fótgangandi, rumdi í Fogg. Á morgun verðum við að vera komnir til Feneyja, hvað sem það kostar. Við komumst aldrei til Feneyja með þessu móti, sagði Passepartout. Við ættum að bíða þangað til búið er að moka brautina, þá getur lestin haldið áfram. Við getum ekki beðið eftir því, sagði Fogg mæðulega. Skyndilega nam Passepartout staðar. Það var eins og hann væri neldur við jörðinu og hann titraði af skelfingu. Hvað er að þér? Spurði herra Fogg gramur. Hvers vegna heldur þið ekki áfram? Þarna sjáðu bara, stundi Passepartout. Þarna er snjómaðurinn. En nú sneri snjómaðurinn sér við og fór að hlæja þegar hann sá svipinn á þeim félögum sem stóðu alveg klumsa í snjónum. Mér leyfist kannski að kynna mig, sagði snjómaðurinn sem var svo engin snjómaður. Ég heiti Beckhambus, ég er Beckhambus prófessor, uppfinningamaður, vísindamaður og loftbelgjaflugmaður. Já en, stamaði Fogg þegar hann hafði jafnað sig. Hvað ertu að gera hér í þessari auðn? Ég varð fyrir því óhappi að það kom gat á loftbelginn minn, sagði Beckhambus. Gasið streymdi út og loftbelgurinn hrapaði og nú er ég að reyna að gera við það. Þá dettur mér ráð í hug, sagði herra Fogg.
Við mættum kannski verða þeir samferða í loftbelgnum. Við verðum að vera komnir til Feneyja á morgun. Það er alveg sjálfsagt, sagði Beckenbos brosandi. Ég er einmitt á leiðinni þangað sjálfur og það er skemmtilegra að ferðast í góðum félagsskap. Eftir stundarkorn var viðgerðin á loftbelgnum lokið. Jæja, stíið þá borð í körfuna, við leggjum af stað strax. Hægt og hljóðlega steig loftbelgurinn upp í himinhvolfið. Hann sveif yfir snæviþakta fjallstinda og Passepartout starði lotningarfullur á landslagið fyrir neðan. Sjáið, herra Fogg, Hrópaði hann allt í einu. þarna langt í burtu í fjarska stendur lestin sem stöðvaðist vegna snjóskriðunnar. Phileas Fogg bar sjónaukað augum sér. Það er rétt hjá þér, sagði hann. Þeim hefur ekki enn tekist að ryðja teinana. Við erum þér afar þakklátir, prófessor. Án þinnar hjálpar hefðu við aldrei komist tímanlega til Feneyja. Ekkert að þakka, sagði prófessorinn og handlék gasprímusinn sem hitaði loftið í belginn. Það er alveg sjálfsagt að taka ykkur með. En af hverju liggur ykkur svona mikið á til Feneyja? Hér veðmál að ræða, sagði herra Fogg. Ég veðjaði 20.000 pundum við klúbbfélaga mína í London það að ég gæti farið umhverfis jörðina á 80 dögum. Það er alveg vonlaust, sagði Beckenbos og hló. Alls ekki, ég gerði mjög nákvæma ferðaáætlun. Ef við komumst tímanlega til Feneyja, náum við í gufuskip sem fer til Brindisi og þá erum við þegar hálfum degi á undan áætlun. Phileas Fogg dró upp vasabókina sína og sýndi prófessornum leiðina sem þeir Passepartout ætluðu að fara umhverfis jörðina. Skyndilega tók loftbelgurinn mikla dýfu. Hann er að hvessa, sagði Passepartout. Beckenbos horfði áhyggjufullur á skýin. Þetta er óveður, sagði Beckenbos. Það getur reynst okkur hættulegt. Haldið ykkur fast, ég ætla að reyna að ná meiri hæð og svo stingum við okkur í gegnum skýjabreiðuna. Við verðum að létta loftbelginn, hrópaði Beckenbos prófessor. Hjálpið mér! Þeir hjálpuðu stað við að losa sandpoka frá körfunni og tæma þá. Loftbelgurinn var nú léttari og hækkaði í flugið. Loksins hafði þeim tekist það. Loftbelgurinn sveif nú í glaða sólskini yfir skýjabreiðurnar og stefndi á Feneyjar.